eftir fyrsta árið mentó, þá ég í einhverja vikur og svo, svo þá ég 16 ára, svo því ég 17 ára, þá ég alveg heilt sumar. Þetta hefur verið örugglega áhugaverð upplifun. Já, hún var það, að mörgu leiti góð og ekki eins góð að öllu leiti, sko. Nei. Bjóstu þá hjá pappaðinu þar, eða? Nei, pappi flýtur á Austurströndina seinna sumarið. Já. Þannig að, og á tímabili þá var ég bara ein þarna og hinn Íslendingur sem átti búið, hann fór til Kanada, þannig ég var ein með 3 grænlendingum og einn var mjög drukkin og ég þurfti að sitja stól til að bolta hurðina og svona. Og í bara? Já. Smart. Já, og góðu kall, sko, þegar hann var réttrú, sko. Og þú veist, en þetta segir bara svona hvernig menningin er. Já. Það er bara... Þú veist, bara blíðasti maður þegar hann var réttrú, sko, en bara í glasið, ég var alveg mjög hrædd við hann. Já. Og á þessu tíma, þegar maður er elst upp í, þú veist, ólst upp í Ólafsvík og mjög svona kallægt samfélag og það var mikið nauðgunarmenning og bara, þessi tími bara frá 90, eða bara þangað til bara núna í kringu 2020, það er náttúrulega bara mikil nauðgunarmenning ríkjandi hérna á Íslandi líka. Það þótt ekki minna því ég var bara, þú veist bara sjálf bara, þegar maður var milli 20 og 30, þá þótt ekki tiltökumál þá að vera að klípa í manna á skemmtistöð. Nei. Man myndi ekki sjá þetta í dag. Nei, og svo er bara líka konur á okkar aldri, rosalega margar sem hafa verið sem hefur verið nauðgað, það er bara, þú veist, rosalega margar sem hafa lent í byrlun eða verið, þú veist, þannig að það er bara, ég held bara eiginlega allar, bara ég og eiginlega allar vinkonur mér hafa lent í, annarkvort nauðgun eða eitthvað misnotkun eða áreitni og alls konar, sko. Og þetta var einhvern veginn bara allt öðru í sig og þú veist, og það var bara líka eins og með svona perra, þú veist, sem að, þú veist, voru bara þekktir sem perrar. Já. Gaurinn sem var að vinna í sundlaugin eða eitthvað. Já. Hann var bara, þú veist, hann kallaði, þú veist, eitthvað Jóhannes pervert eða eitthvað. Bara, hann heitir ekki Jóhannes, en þú veist, og það vissu það allir og það var alveg bara svona, maður alveg svona, heyrðu, stopp nú, akkur þessi maður að vinna í sundlauginni, þú veist, en þarna var þetta bara einhvern veginn allt öðru í sig og við erum bara pínu að, allt sussalt niður. Já, það var bara svona, ekki tala um þetta kemur okkur ekki við, þú veist, og einhver sem hefði misnotað, þú veist, í svona litlum samfélagum út á landi, þú veist, einhver sem hefði misnotað einhvern og eitthvað, en það var bara, þú veist, það kemur okkur ekki við, skulum ekki vera að tala um þetta. Maður alveg, ég er ekki þannig típa, ég er bara tölum um þetta, þetta þarf að fara upp á yfirborðið, ég er bara, en það er náttúrulega líka, maður þarf svona pínu að reyna að fara með að veginn þessu. Og ég man sko, bara eins í Ólafsvík, ég lendi í bara nauðgun það, sko, og einu sem ég hugsaði, það má ekki vita á þessu, þú veist, það er eitthvað drusla. Já, einmitt. Já, það var eina, þú veist, sem ég var hræddið. Bara pældi því. Já. Og ég veit að fleiri stelpur þarna, þú veist, Húsavík við það. Já. Það er bara þannig. Og sérstaklega á þessum tíma, það var alveg, Og þetta var alveg bara, þú veist, þú áttir ekki að tala um þetta, eða þú veist, og það er bara einhvern veginn. Og það var líka bara svona staðalímyndir af misnotkun. Það var svona staðalímyndir að menn í húsasundun sem tækju konur og þær væri öskrandi og æpandi, ekki það kannski að þær væri sofandi eða... Nei. Áfengistöðar eða frusu og þorði ekki að segja neitt eða, þú veist, það var ekki, þú veist, það er bara og svo var líka þessi staðalímynd að ef kona hefði verið nauðgað þá myndi hún aldrei vilja sofa hjá meðan það er oft þannig að þá brátt ekki líkamæðin og þú þarf bara að sofa hjá leifa bara það er hvað sem er búið að nota hann. Já, búið eðilegjan, að skemman. Já. Þannig að það voru svona alls konar svona staðalímyndir sem bara er búið að vera bara svona að vera nekkja og bara taka langan tíma. Já. Og líka bara að, þú veist, að eins og segir, þú veist, að nauðgun er ekki bara eitthvað dregin inn í húsasund og öskrar og æpir og segir nei. Sjaldnast þannig. Þú veist, það er yfirleitt öðruvísi, þú veist. Það er bara sjaldnast þannig. Það er oftast eitthvað sem mann er kær. Já, og maður þekkir og er búin að þekkja kannski bara lengi. Þannig að